Klukkan er 20 mínútur yfir. Þannig að ég býð ykkur öll velkomin á þennan fræðslufund hér í dag. Nú, sem sagt, fyrirlesarinn okkar í dag er Sigríður Hjartardóttir, líffræðingur hér á Keldum. En hún hefur meðal annars verið að vinna að rannsóknum á þessu efnaðarna, sporð- og uggarótsbakteríum í íslensku fiskverki, núna undanfarna misseri, og ætlar í dag að segja okkur frá helstu niðurstöðum þeirra þessum rannsóknum. Já, ég býð ykkur öll velkomin og hann er sem sé búinn að kynna mig, hann Birkir, og ég er sem sé verkefnistjóri fyrir þetta verkefni, sporð- og uggarótsbakteríur í íslensku fiskeldi. Þetta er í rauninni svona svolítið víðtækara, en þetta er svona það sem við höfum verið að skoða aðalega núna síðustu sem sé 2 ár. Og helstu samstarfsmenn mínir í verkefninu eru Guðbjörg Guttormsdóttir sem er mastersnemi hjá okkur og svo Þorbjörg Einarsdóttir sérfræðingur hérna á Keldum. Nú, sporð- og uggarót er vaxandi vandamál í fiskeldi víða um heim og þó sérstaklega í seiðaeldi. Orsökin er ekki alveg þekkt en vandamálinu fylgja meðal annars aukin næmi fyrir öðrum sjúkdómum. Til að fyrirbyggja vandamál hafa menn lagt áherslu á meðal annars hreinlæti, stýringu á fjölda fiska í kerjum, takmörkun á meðhöndlun og hnjaski og eitthvað hefur verið notuð sýklalyf. Bóluefnanotkun er einhver kostur sem hefur verið prófaður, allavega samkvæmt greinum sem ég hef lesið. En svo er eitt af þeim vandamálum sem erfitt er að komast yfir eru sem sé frískir smitberar, það er að segja smitaðir fiskar án sjúkdómseinkenna sem að geta viðhaldið smitdreifingu. Roð og uggarót hefur bæði greinst í villtum fiskistofnum og eins og eldisstofnum og mun ég tæpa á því í lok fyrirlesturins hvort að þaðan geti mögulega borið smitt yfir í eldið. Og hérna sjáu þið rauninni, það er svo skrítið, það er stundum svo greinlegu munur á því sem við fáum sent inn. Stundum eru bara svona eyrugablæðingar og stundum eru svona stirtlanóðan upp í getinu eða jafnvel alveg horfin. Nú, rannsóknin hófst árið 2013 eða haustið. Við söfnuðum efni við bæði úr eldisfiskum og villtum fiskum. Bakteríustofnar voru einangraðir og skyldleiki stofnanna metin út frá raðgreiningu á 16S ríbóskona geni bakteríuna. Aðal áhersla var lögð á greiningu sporð- og uggarótsbaktería í bleikjueldi hér heima. En þar hefur þessi sjúkdómur verið vaxandi vandamál allt frá árinu allavega 2009, hef ég heyrt. Sýni voru tekin úr fiskum með einkenni sjúkdómsins, auk þess sem leitað var mögulegra smitleiða í inntaksvatni og hrognum frá kynbótastöð. Við fengum nokkra bæi með okkur í samstarf til að fá sem víðtækastar upplýsingar eðli vandans. Nú, hér kemur stutt yfirlit yfir það tegundir sporð- og uggarótsbaktería sem að þekktar eru fyrir að valda sjúkdómum í fiskum. Þá er það helst sem sé Tenasibaculum species. Þar er flokkast undir tegundir Tenasibaculum maritimum sem veldur sjúkdómi í fiskum í söltu og hálfsöltu vatni. Hún finnst bæði í villtum fiskistofnum og eins í ýmsum tegundum eldisfiska sem að þurfa verið í saltvatni víða um heim. Tegundin hefur greinst í norsku laxeldi allt frá 1996 og þá í blöndu oft með bakteríunni Moritella viscosa sem veldur vetrarsárum. Og vera má að Tenasibaculum maritimum skapi hentugar aðstæður fyrir mortelluna en þáttur Tenasibaculum getur hafa verið vanmetinn vegna erfiðleika við greiningu bakteríunnar.
Hér auk þessi rétt að minna á tegundina Tennessee Baculum solea sem algengur sjúkdómsvaldur í eldi ýmissa flatfisktegunda erlendis, svo sem í eldi flúru eða Solea senegalensis sem nú nýlega farið að rækta sem sé hér á landi í hituðum sjó. Ýmsar tegundir sporð og aukrótsbaktería flokkast undir flagabakteríum, þetta sem sé hinn stóri hópurinn, en þær bakteríur orsaka sjúkdómum fiskum sem aðallega eru aldrei upp í ferskvatni. Flagabakteríur voru fyrst greindar sem orsakavaldar sjúkdóma í fiskum árið 1922, þannig að það mjög langt síðan. Ég minnist hér aðalega á flagabakteríum sigrofilum sem menn þekkja hér, sem veldur cold water disease eða rainbow trout fry syndrome, það mismunandi hvað þetta kallað, og þó aðalega að valda vandamálum í lax- og silungseldi víða heim. Flagabakteríum colunari hitakjarrbaktería, ekki svo vel þekkt hér allavega, þekkt í eldi þar sem vatnshitinn yfir 15 gráðum, en laxfiskar geta sýkst og einnig áll, en regnboginn sem sé sérstaklega næmur. Þriðji aðalhópurinn flagabakteríum branchiofilum sem orsakar það sem kallað bacterial gill disease, sem sjúkdómur sem leggst á tálknin og víða vandamál í seiðaeldi laxfiska. Og svo hérna í sviga allavega 3 aðrar minna þekktar tegundir, en þær eru fleiri. Safnað hefur verið efni við úr sjúkum fiskum og inntaksvatni eldisstöð og aukrogna með það fyrir augum að leita hugsanlega smitleið, eins og ég sagði áður. Inntaksvatn, alltaf 5 lítrar, filtrað gegnum bakteríuheldar síur og efni síjana síðan sáð út á æti. Og hrogn frá kynbótastöð eru maukuð og síðan sáð út á æti. Æti sem við notum kallast FMM agar eða Flexibacter maritimus medium, og við sáningu sýnis og agar þarf að gera mjög margar raðþynningar til að auka greiningagetuna, því að mikið yfirvöxt annarra baktería, þetta svona í umhverfinu, sem vaxa hraðar en sporð- og uggorðsbakteríurnar og getur tekið alltaf 5-6 daga að fá fram fyrstu grunnsalegu þyrpingarnar á ræktunarskálum. Og síðan taka við hreinstrikarnir sem geta tekið tímann sinn. Þó einkennandi útlit sé gular flæðandi þyrpingar, að þá mikill munur á þessum gula lit og flæðið eins mjög mikið, mismunandi, en almennt séð þetta neikvæðir stafir en eru sem sé mismunandi að lengd. Sumir segja þeir vera mjög langir en þeir eru alls ekki alltaf mjög langir. Þannig að þetta svona það fyrsta sem við gerum, það að sjá þetta á agar og greina með smásjárskoðun þær kólóníur sem við náum að einangra. Við höfum fram að þessu náð að safna tæplega 400 stofnum og við höfum raðgreint 16S ríbósómar genið á 293 stofnum, þar af úr bakteríum einangraður úr 12 villtum fiskum og 152 eldisfiskum. Stofnar einangraður úr hrognum eru orðnir 61 og bakteríur úr inntaksvatni eldisstöða eru orðnir 68. Þetta sem sé allt roð- og uggurótsbakteríur sem við höfum náð að greina. Það sem sé sporð- og uggurótsbakteríur. Það voru 5 eldisstöðvar og 1 kynbótastöð sem tóku þátt í verkefninu með okkur. Það eru hér merktar með mismunandi lit og númeri. Í upphafi rannsóknarna var öllum eldisstöðum á landinu boðið þáttaka og þessar 6 voru tilbúnar til samstarfs og það gengi mjög vel. Ég þakka okkur fyrir það. Við mat og skyldleika bakterían algengt að nota samanburð á basabreytingum í genum og hjá bakteríum oftast notað sem sé 16S ríbósómal RNA genið sem ég hef talað og hann sem sé notað í samanburði notað til að mæla skyldleika milli bakteríana. Við mögnum upp genið með 8F og 1544R vísum sem hefur gefið okkur nokkuð góðan aflöstur á 1272
vasaperum sem bara nokkuð góður aflestur. Nú við hönnun á skyldleikatré þá bættum við viðmiðunarstofnum, 3 viðmiðunarstofnum sem keypti voru frá genabönkum og einum flagabakteríum sigrofilumstofni sem okkur var gefin frá Þýskalandi úr sjúkum efni við. Nú við byrjum að skoða þessa mynd, þá í staðan fyrir að hafa þetta línulagt þá setti þetta í hring svo kemst fyrir á glærinni, en við byggum til skyldleikatré sem að gefur okkur hugmynd þróunarsögulegan skyldleika bakteríunar og þarna sjáum við á þessari mynd hvar Tenisibacillum-stofnarnir raða sér saman. Þeir eru sem sé merktir með bláu hérna og restin hérna er þessi stofnar, flagabakteríustofnar sem við náðum einangra, en það eru við náttúrulega mest með þannig efni við. Ein greinin, þessi hér rauðmerkta hérna, hún sé inniber tegundina Flagabacterium sigrofilum sem sé nánast skilgreint sem orsakar þetta cold water disease og þarna innundir er líka Flagabacterium sigrofilum stofnin sem við fengum frá Þýskalandi. En viðmiðunarstofn sem við fengum frá genabanka er aftur á móti allt önnum stað á trénu og virðist ásamt 2 óskilgreindum, við náðum ekki að skilgreina þá sem sigrofilum að við erum með aðeins færri basa, hugsanlega. Ásamt 2 óskilgreindum flagabakteríumstofnum frá íslenskum eldisbæ eða eldisstöð eru sem sé talsvert óskildir hinum sigrofilum stofninum. Geta má þess að í upphafi þá hugsuðum við okkur að nota erfðavísa og mögnun til greiningar á sjúkdómnum, það er að segja vísa sem höfðu verið notaðir við rannsóknir erlendis og birtir höfðu verið vísindatímaritum. Þeir höfðu sem sé greinilega átt að finna fyrir okkur sigrofilum stofnana. En við áttuðum ykkur fljótlega á því að þessir vísar voru ekki að magna upp raðir á öllum þeim flagabakteríustofnum sem við vorum að einangra úr greinilega sjúkum fiskum, enda sjáið að fjölbreytileikinn er mjög mikill. Auk þess virtust vísarnir ekki heldur vera nógu tegundasértækir. Það er að segja að sömu vísarnir voru að magna upp álíka stóra hluta erfðaefnis frá 2 óskyldum bakteríutegundum. Þannig að Tenisibacillum, þeir voru að magna upp bæði sem sé Tenisibacillum stofna og eins flagabakteríustofna. Nú þá kemur þessi aðalmyndin hérna, hún er svona. Þessi mynd er rauninni sama myndin nema hún er sem sé afleitt og sýnir ekki hlutfallslegan skyldleika en sýnir betur hvernig sýnin sem sé hópast saman. Hér á að sjást að sumt er merkt með númeri hvers einangra stofn og annað með númeri sem er sem sé með bókstafnum H fyrir framann. En H þýðir hópur, en sýni innan hversu hóps er með samskonar rRNA genaröð, 16S rRNA og þessi hópa geta verið allt frá 2 upp í 48 sýni saman. Nú áhugaverðustu hóparnir á okkar mati eru sem sé hópar númer 16, 21 og 22 og þannig að þið sjáu staðsetningu þeirra hérna innan gula hringsins og 21 hérna innan sigrofilum hringsins. Nú einungis sem sé greinin í hóp 21 flokkast sem sigrofilum og svo náttúrulega þessi staki viðmiðunarstofnanna. Megnið af hrognasýnunum flokkast saman hérna í þennan hóp og eins eitthvað í þennan, hérna er við með hópar einhverju sem er svona stór hópur og svo einstakar hrogn í brúnulit hérna stök sýni eru á víð og dreif á trénu. Nú inntaksvatnsýnin, ég merkti þau nú ekki að því að þau eru rauninni dreifast sem sé víða tréð og þá sérstaklega á þessum hérna hluta og hjá sem sé vatnssýnin eru greinilega mjög líka fjölbreytileg.
En það svolítið athyglisvert að sjá hvað sýnin úr fiskum frá eldisstöðu númer 3 og 4 lenda. 2 sýni frá 4, bara 4 eða eldisstöð 4 flokkast nánast alveg viðmiðunarstofninn sem við keyptum og þar það finnast líka einstaka sýni frá þessum 2 bæjum í þessum hérna hring, innan þessa hring, í einhverjum aðalega hópum, einhverjum öðrum hópum þessum 2 hér. En það einungis 1 sýni úr bæ númer 3 sem lendir hér og ekkert sýni á bæ númer 4 sem lendir í Sjúkraflugastofnun. Ég held að þið ættu bara að biðja þá eftir. Ég með það hérna á aukaslæði. Já, svo getur bara að fara saman yfir þetta eftir ef við viljum. En nú ef við skoðum þessa 3 áhugaverðu hópa nánar, þá inniheldur hópi 21, hann inniheldur stærsta hlutan af sýnunum, eða 48 sýni frá 3 eldisstöðum og það vekur upp þá spurningu hvort að sami stofninn, þessi sami stofninn sem að valda sporð- og aukarit Sjúkraflugastofnuns að valda að það að valda smiti á öllum þessum stöðum, þessum 3 stöðum. Stofnar úr hópum 16 og 22 flokkast ekki sem flagabakteríum síklófílum, heldur eingöngu sem óskilgreindar flagabakteríur sem getur náttúrulega verið bara eftir að skilgreina. En það má þá gera athugasemd við það að vegna staðsetningar viðmiðunarstofnsins hinum megin, alveg hinum megin tvennu, það er spurning, þetta þá ekki bara allt síklófílum? Það er bara, við spyrjum okkur. Hópur 16 inniheldur 19 sýni frá 3 eldisstöðum, hluti sýnanna er úr inntaksvatni og það vekur upp þá spurningu hvort hér sé fundin stofn sem berist úr vatni og yfir í fiska, það er að segja vísbendingum horisontal smit. Að lokum er það hópur 22 sem inniheldur 20 sýni frá 3 eldisbæjum, auk hrogna frá kynbótastöð og við spyrjum okkur hvort að hér sé vísbendingum smit með hrognum. Og þetta er svona bara sama myndin, en það sjáum við samsetningu þessara 3 hópa. Vatn, bleikja og bleikja, hópur 16, bleikja, bleikja, vatn og hrogn, hópur 22 og svo hópur 21, sem sé 3 eldisstöðvar og allt sem sé úr bleikju. Til að svara þessu spurningu hvort þetta sé sami stofninn sem er svona í gangi, þá verðum við að vinna áfram þessu stofna. Það er að gera nánari greining á þeim og er það gert með því að raðgreina einfaldlega fleiri gen. Og við vinnum áfram með 7 gen og við höfum raðgreint megnið af þessum 7 genum frá stofnum úr hópum 16 og 22 og öll genin úr stofnum úr hópi 21. Raðgreining á öllum genunum á sýnum úr hópi 21, hinum eiginlega flagabakteríum síklófílum hóp, gerur okkur kleift að bera okkar stafna líka sama við stofna sem hafa verið birtir á heimasíðinu fyrir þessa tegund. Hvort það sé eitthvað sem við erum með sem aðrir hafa greint. Og þannig flokkun köllum við MLSD eða Multilocal Sequence Typing sem er þessi aðferð við að greina, þessi fingrafara að greina stofna. Og við gefum þessum samsetningum genagerða, þetta er þessi mörg gen unnin saman, við gefum þeim eins konar slikamerki eða við gefum þeim númer, eða þessi ekki númer heldur bókstaf, ég vona að skilja það í framhaldinu. Nú niðurstöður raðgreininga á viðbótargenum fyrir hóp 22 gefa ekki ástæðu til þess að álykta að smit berist með hrognum. Allir stofnarnir eru ólíkir innbyrðis þegar við förum og skoðum fleiri gen. Hópur 16
inniheldur mjög líka stofna, eru mjög líkir, en þó virðist ekki vera samskonar stofna á eldisstöð 1 og 3 að ræða. Við viljum samt skoða þetta betur. En einn stofn úr inntaksvatni frá eldisstöð nr. 2 samsvara vel stofni úr sjúkum fiski úr eldisstöð nr. 1. Og þurfum aðeins að skoða betur en hann er mjög líkur honum, sem vekur þá spurningu hvort þarna séu vatnsbakteríu að ræða sem maður geti borið með sér smitt. En varðandi hóp 21 sem inniber flagabakteríum sykrofilumstofnin, við þurfum sem sé að halda áfram að skoða hann betur. MLST stofnagreining sem við fórum út í hérna sýnir 5 ólíkar genagerðir. Allir eins í 16S en 5 ólíkar genagerðir. Og við höfum gefið þessum genagerðum bókstafina A til E. Taflan sýnir frá hvaða stöðum þessi stofnir hafa verið einangrast og neighbor joining skyldleika tréð sem er hérna til vinstri sýnir okkur sem sé þróunarsögulegan skyldleika þessara stofna samanborið við þýska stofnin. Þannig að samkvæmt þessu er okkar stofn númer E skyldastur þeim þýska. Nú genagerðir A og E, þessar hérna 2 genagerðir A og E finnast á þessum 2 bæjum, númer 1 og 2. Genagerð B finnst eingöngu á bæjum 2, en þar eru líka sem sé 2 aðrar genagerðir til staðar. Og genagerðir C og D finnast á sem sé bæjum númer 1 og 2. Genagerðir sem sé C og D finnast á 1 og 6. Þannig er sem sé mesti fjölbreytileikinn af flagabakteríum sykrofilum á eldisstöð nr. 1 og samkvæmt upplýsingum frá heimasíðunni á flagabakteríum heimasíðunni þá hafa genagerðir A og B áður greinst, þessar genagerðir frá þessi gen 7 gen. Nú tökum það saman sem komið er, þá er mjög mikið fjölbreytileika að finna í því sýnasafni sporðauðgorðsbakteríu sem við höfum náð að einangra á fiskum, inntaksvatni og hrognum. Stofnagreiningin gefur ekki tilefni til að álykta að smit berist með hrognum og við höfum einangra bakteríu stofn úr inntaksvatni sem að gefa vísbendingu að smit geti borist með vatni. Nokkra genagerðir flagabakteríum sykrofilumstofna hafa verið einangraður hópi 21 og þá er spurning hvort þeir valdi sjúkdómi hverjum sig eða hvort það þarf samspil mismunandi arfgerða til þess að fá fram sjúkdóm. Nú svo erum við náttúrulega að vinna með fleiri hluti sem við náttúrulega vorum búin að setja okkur þegar við byrjum með þetta verkefni og fengum styrk hjá AFS og það er sem sé framhaldinu að við erum sem sé að byrja í skoða hitastigs og salthólspróf og það er sem sé við erum sem sé búin að gera hitastigs og salthólspróf, erum byrja á því úr mismunandi sem sé tegundum sem sé einangruðum mismunandi tegundum fiska og við spyrjum okkur meðal annars þeirra spurningar hvort að hitastigs og salthólspróf geti gefa okkur einhverja hugmynd það hversu hýsil sérhæfar bakteríurnar eru sem við greinum og mismunandi frá mismunandi fisktegundum. Nú ef við kíkjum fyrst á hitastigssprófi þá voru bakteríustofnar úr 6 fisktegundum, tókum það bara sem við upp úr frystihæti og sáðum þeim upp á FMM-akar sem við höfum einangra áður. Þeir voru allir ræktaðir upp fyrir 15 gráður og við kjörsaltstyrk sem sé hver stofn fyrir sig, ræktum upp þannig. Síðan tókum við lykkjufyllega rækt og settum út í fljótandi og við ræktum við 3 hitastig, 5, 10 og 15 gráður til þess að reyna að finna einhver svona hitastig sem er raun hitastig í eldinu eða út í sjó og mælingar voru gerðar á vexti með gleipni við 600 nanometrar á 5 tímapunktum. Við vorum eingöngu með 3 sýn í hverjum punkti en við eigum eftir að endur taka þetta.
Hérna sjást dæmi vaxtarkúrfur nokkurra sporðaukrætisbaktería úr 6 fisktegundum með 3 mismunandi hitastig. Kvarðinn reyndar ekki alveg svo sami því að kvarðinn fyrir bleiki og lax liggur aðeins lægra, hann nær upp í 1 en upp í 4 hjá hinum optica density. En þó greinlegt að allir þessi stofnar vaxa best við 15 gráður. Þó svo fisktegundir sem stofnarnir eru einangraður úr búi að jafnaði við kaldar aðstæður. Því hægt að álykta að þessi stofnar hugsanlega geti valdið meiri skaða í eldi eða út í sjó þar sem að hitastig hækkar upp í 15 gráður. Þetta svona hugmynd, en ég hef reyndar séð að 10 gráðurnar sé sérstaklega slæmt hitastig fyrir blábotnum sikrofílum og stundum hafa menn verið að hækka hitastigið upp til þess að fá einhverja minni sjúkdóms að minnka sjúkdómsstöðuna. En þetta svona það sem við fengum út úr þessu vaxtarkúrfum. Nú saltfossprófið, það unnið á svipaðan hátt til að byrja með og síðan var sett út á fljótandi æti með mismunandi saltstyrk, það að segja saltlaust æti og síðan með hálfri seltu og fullri seltu og við notuðum borholusjó, sjó til þess að ná upp fullri seltu. Og mælingarnir voru síðan framkvæmdar á sama hátt og áður. Nú hérna má sjá vaxtarkúrfur, það náttúrulega að því þetta svo fáu punktar, þá voru kannski frávikin 90% öryggismerkin og 95% öryggismerkin kannski svolítið víð en hérna eins og segi þá þurfum við að endurtaka þetta en kvarðinn heldur ekki alveg svo sami. Við sjáum að hann upp í 3 þarna fyrir regnbogann og karfan en 1 fyrir hinnar bakteríurnar. En samkvæmt okkar niðurstöðum geta bleiki og lasastofnarnir vaxið við fullaseltu og stofnarnir upprunnir úr hrokkjálsum, regnboga og ísu og karfa geta vaxið í ferskvatni, það að segja ísustofnin þó alveg síst geta vaxið við lágaseltu. Nú að fengnum þessu niðurstöðum okkar fyrstu niðurstöðum úr þessum hitastig og saltstofnsprófum má álykta að sporðaukrætisbakteríur sem einangrar hafa verið úr mismunandi fisktegundum geti valdið usla við breytilegan vatnshita og mismunandi saltstyrk og en þetta reyndar náttúrulega á því hversu auðveldlega bakteríurnar geta smitað mismunandi fisktegundir, þar að segja hversu mikil hýsir sérhæfni bakteríurnar Þetta svona okkar fyrstu ályktanir. Nú og svo lokum vil ég þakka bara öllum þessum aðilum hérna fyrir framlag þeirra til verkefnisins og ykkur fyrir áheyrnina. Takk fyrir.